Hingað kominn Styrmir Gunnarsson, velkominn Styrmir. Ég ætla að fara yfir nokkur mál með þér. Ég ætla að gefa þessu ágættan tíma hjá okkur. Við ætlum að fjalla ýmislegt mótmælahreyfingar, uppgjör eftir hrunið, framtíðarsýn, ESB, ríkisstjórnina. Byrjum á þessum mótmælahreyfingu sem við höfum nú orðið vör við hérna heima í þessum mótmælum sem hafa verið hérna og beinast af sömu leyti gegn fjármálakerfinu. Nú eru svona mótmæli í Bandaríkjunum á Wall Street og víðar, og það þessi tilfinning fólksins sem líklega svo að það búi við auðræði, sem kannski svona grundvöllurinn að þessu. Hvernig túlkar þú þetta? Ég eiginlega sammála þessu fólki. Ég held að það sem við erum að verða vitni að beggja vegna Atlantshafsins séu stórfelld átök á milli fjármálamarkaða og fólksins í þessum löndum. Og að það hefur orðið til bandalag á milli fjármálamarkaða, það að segja fjármálafyrirtækja, banka og annarra slíkra fyrirtækja, og hina kjörnu fulltrúa fólksins sem að raunverulega hafi gengið saman í bandalag það að láta hina almenna borgara borga fyrir töp fjármálafyrirtækjana. Já, þannig að stjórnmálamenn hafi í rauninni gengið í lið með peningaöflun. Mér sýnist það mjög verulegu leyti. Já, og höfum við upplifað þetta á Íslandi líka? Að vissu leyti, já. Já, og en eru þá ekki, þurfa þessi ríkjandi öfl þá ekki að hugsa sinn gang? Jú. Já. Og hvernig sérðu það fyrir þér? Ertu að tala um Ísland eða ertu að tala um... Ég að tala um bæði Ísland og heiminn. Ég þeirra skoðunar, ef við tökum Ísland fyrst, að hrunið og síðustu árin fyrir hrun hafi leitt í ljós að fjármálafyrirtækin hér voru raunverulega búin að taka völdin á Íslandi og að kjörin stjórnvöld hafi í raun og veru ekki haft þau áhrif sem þeim bar að hafa í krafti síns umboðs frá kjósendum. Þetta gerðist með ýmsum hætti, þetta gerðist fyrst og fremst í krafti peninga sem að menn héldu nú á þeim tíma að þessir fjármálamenn og forystumenn þessara fyrirtækja ættu, en svo komu ljós að þeir áttu ekki. Og þeir höfðu gríðarlega áhrif innan stjórnmálaflokkana, bæði með fjárframlögum til flokkana og til einstakra frambjóðenda. Og mér finnst augljóst að ein af afleiðingum hrunsins ætti að vera að við brjótumst út úr þessu kerfi. Mér finnst stjórnmálaflokkarnir hér ekki hafa gengið í það verk að endurnýja sig innanfrá. Og ég þeirra skoðunar að ef þeir ekki endurnýja sig innanfrá, þá sé þeirra tími liðinn og þá komi hér ný stjórnmálaöfl sem að taki við að þeim. Með hvaða hætti geta þeir endurnýja sig? Mér finnst bara ein leið til þess fyrir flokk að endurnýja sig innanfrá og það að auka lýðræði í starfsemi flokkana. Já. Mér finnst að auka lýðræði í starfsemi flokkana á öllum vígstöðum. Þetta eru orðin svona tiltölulega þröng hagsmunatæki, tiltölulega fárra hópa sem að nota þessa flokka með ýmsum hætti annarkvort í sína þágu eða í þágu ákveðina sérhagsmuna, og ég tel að ef við til dæmis bara tek það flokk sem ég þekki nú best og hef starfað svona töluvert í, að mér finnst að leið Sjálfstæðisflokksins út úr þessari krísu sé að taka upp aukið lýðræði á öllum stígum í starfi flokksins, og í því felst meðal annars að í allar helstu trúnaðarstöður í flokknum og í einstökum félögum sé kosið í almennum kosningum en ekki á fámennum fundum eða tiltölulega fámennum fundum. Þannig að allir meðlimir í flokknum það er milli 45 og 50.000 flokksmenn í Sjálfstæðisflokknum. Ég tel að miða við þá tekni sem við höfum yfir að ráða í dag í sambandi við framkvæmd á svona kosningum, að þá eigi þessi 45-50.000 flokksmenn í Sjálfstæðisflokknum að kjósa forystumenn flokksins sem nú eru kosnir á landsfundi. Þeir eigi að kjósa miðstjórn, þeir eigi að kjósa flokksráð. Ég tel að í stjórnum félaga svona flokks að þá eigi kosningan að fara fram með þessum hætti, að allir meðlimir til hins viðkomandi félags að þeir taki þátt í þessari kosningu, en ekki, það að segja þeir sem hafa áhuga á,
með þessum hætti, heima hjá sér við tölvu, en ekki kannski 10, 15, 20 manna hópur sem mætir á aðalfundi. Nei. Ég held að þetta sé leiðin fyrir flokkana til þess að endurnýja sig. Og ég held að sé engin önnur leið. En þú segir að það verði til nýjir flokkar, það er þess samferðing þín að ef að flokkarnir bregðist ekki við þessu kafli, þá verður þeim ruttbur. Já, ég held það. Og ég held að það sé bara óhjákvæmilegt. Já. Og sérðu þessi stjórnmálaöfl vera að fæðast eitthvað þar? Ég sé þau ekkert vera að fæðast, en maður bara sér þessar hreyfingar. Og við sjáum þessar mótmælahreyfingar sem hafa rísið upp hér á Íslandi á síðustu 3 árum. Við sjáum þessi götumótmæli hér, við sjáum hagsmunasamtök heimiðana og önnur slík samtök. Allt er þetta einhverja vísbendingar það að það séu einhver umbrot í samfélaginu sem eigi eftir að finna sér einhvern ákveðin farveg. Og ef að þeir stjórnmálaflokkar sem hér hafa verið starfandi, meirihluta 20. aldarinnar og eru enn, eða ekki að átta sig á þessu, eða ekki gera sig grein fyrir því að fólk er að krefjast ákveðinar endurnýjunar í þessu starfi, þá bara verður þeim ítt til hliðar og þá koma ný öfl og nýjir flokkar eða ný stjórnmálasamtök með einhverjum hætti. Hvaða máli finnst þér hægri og vinstri skipta í þessu sambandi? Manni finnst þér svo mörkin séu orðin býsna óljós. Skiptir miklu minna máli heldur en áður. Ég hef stundum tekið sem dæmi að ég og nokkra gamla vini sem voru og önduðu meiri við mig í pólitík þegar við kynntumst fyrir 60 árum, flestir. Sumir okkar geta í dag átt heima í sama flokki. Ég get bara nefnt mann eins og Ragnar Arnalds, fyrrverandi formann Alþýðubandalagsins. Ég held að það sé ekki svo mikill skoðanamunur á milli okkar Ragnars í dag að við getum ekki átt heim í sama flokki. Ég hef stundum sagt við Guðna Ágústsson, fyrrverandi formann Framsóknarflokksins, að ég sjá ekki hvers vegna við getum ekki átt heim í sama flokki. Þessar línur hafa allar riðlast, þær hafa allar breyst. Það eru önnur verkefni sem að okkar þjóðfélag stendur frammi fyrir í dag heldur en áður. Kalda stríðið er liðin tíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því og ég held að það sé kannski þetta sem að flokkarnir eiga svolítið erfitt með að átta sig á að þessar línur hafa riðlast og það er í gangi einhver breyting og einhver umbreyting á þessum gömlu pólitísku línum. Já, en þá kannski ómögulegt að átta sig á því í dag hvað þetta endar. En það er náttúrulega það eins og ég sagði við horfum fram á mikla samþjöppun auðs og valda sem er kannski það sem að einkennir okkar samtíma og þá hljótum við líka að koma að einkaframtakinu og hinum frjálsamarkaði og þú orðaðir það þannig í pistli sem þú skrifaðir einhvern tímann fyrir ekki alllöngu að talsmenn einkaframtaks þyrftu að moka sinn flór. Já, ég meina ég hef aldrei verið þeirra skoðunar. Ég var alltaf á móti ríkisrekstri og einokkunar fyrirtækjum í ríkiseigu. En ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að það var neitt betra að við byggjum við einokkunar fyrirtæki í einkaeigu. Og það sem hefur gerst aftur og aftur í okkar landi er það að það verða til örfá fyrirtæki sem að ná einokkunar stöðu á tilteknum mörkuðum. Alveg saman hvort við horfum á olíu, viðskipti, flugsamgöngur, skipasamgöngur, símastarfsemi eða hvað, þetta er alltaf 1 eða 2 fyrirtæki. Og þau ná alltaf einokkunar stöðu og þau nýðast alltaf með einum eða öðrum hætti á viðskiptavinum sínum og neytendum í krafti þessar einokkunar stöðu. Þetta verður ekki stoppað af nema með ákveðnum girðingum. Ákveðinu löggjöf sem kemur í veg fyrir að þessi einokun getur orðið til í einkarekstrinum. Og ég er til að skoðunar að því að við skulum ekki gleyma því að það er til gríðarlegur fjöldi lítilla fyrirtækja sem eru rekin hér mjög vel af einkaframtaksmönnum sem hafa byggt þessi fyrirtæki upp frá grunni og er ekki alltaf hreint að berja sér úr brjóst og segja öðrum hvað þið standið sér vel. Þeir eru bara að reka sín fyrirtæki í kyrrþey og gera það vel. Það er ekki margir sem lofsyngja þá. Og þeir sjást aldrei. En þetta eru hetjur hversdagslífsins í íslensku atvinnulífi. Alveg saman hvort það er í sjávarútvegi, verslun, landbúnaði eða annars staðar.
og ég tel að við eigum að búa að atvinnulífi okkar með þeim hætti að við hlúum að þessum rekstri og þessi rekstur fá að blómstra. Ég gleymi því ekki að einokuna fyrirtækin í einkaeigu þau hafa alltaf reynt að níðast á þessum litlu keppinautum sinni. Já. En sko sérhagsmannir eru náttúrulega mjög sterkir hérna og það náttúrulega ýmislegt sem að veldur því, það hefð fyrir því og þetta kannski spurning löggjöf, þetta líka spurning hvað við erum með lítið samfélag, það fámennt og það klíkuskapur hérna í öllum hornum og það svona spurning hvernig við bregðumst við þessum sérhagsmönnum og þú til dæmis nefnt að útgerðarmenn hafi mjög sterk tök á sjálfstæðisflokknum. Útgerðarmenn hafa stundum haft sterk tök á sjálfstæðisflokknum og svo hafa útgerðarmenn á öðrum tímum ekki haft nein tök á sjálfstæðisflokknum og þá hafa það verið kannski aðilar í almenna viðskiptalífi sem hafa haft sterk tök í sjálfstæðisflokknum. Þetta bara mjög breytilegt eftir aðstæðum hverju sinni. Já. Og það skiptir mjög miklu máli að svona flokkur að hann hafi forystumenn sem eru tilbúnir til þess að berja í borðið og segja þessum sérhagsmannahópum að þið farið hingað og ekki lengra. Mér mjög minnistætt á viðreisnarárunum, á kreppuárunum, seinni hluta viðreisnarárunna. Þegar að verið var að krefjast þess að almenningur í landinu taki á sig mikla byrðar. Þá koma aðilar í viðskiptalífinu og sögðu við þáverandi formann Sjálfstæðisflokksins Bjarna Benediktsson að það mætti ekki takmarka álagningu þeirra og þessu og hinnu. Hann barði í borðið og sagði við þessa menn þið verður að gjöra svo vel og taka á okkur byrðar eins og aðrir þegnar í þessu þjóðfélagi. Og þetta þurfa stjórnmálamenn að vera tilbúnir til þess að gera alltaf við og við. Að setja sérhagsmunaöflin á sinn stað því þau eru auðvitað út allt. Það ekki bara í atvinnulífi. Nei. Hvernig finnst þér að við eigum að ljúka þessum deilum kvótamálin? Ég hef alltaf verið þeirra skoðunar að það eigi að ljúka þeim með því að hækka auðlindagjaldið. Það var rétt ákvörðun að taka upp auðlindagjald og við skulum ekki gleyma því að það var Sjálfstæðisflokkurinn sem hafði forystum að það var gert. Það var samþykkt á landsfundi Sjálfstæðisflokksins og það var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokksins sem að kom því gjaldi á en það var ákveðið og lágt. Já, og það enn of lágt. Og það enn of lágt. Já. Þannig að arðurinn ekki að renna til þjóðarinnar. Ekki með þeim hætti sem hann ætti að gera. Nei, en finnst þér koma til greina uppstokkun á eignarhaldinu? Sko mér finnst ég mun taka það fram að ég skrifaði þetta í 20 ári Morgunblaðið og finnst eiginlega nóg komið að því að tjá mig þetta en mér finnst að það sé óskynsamlegt að ganga í þetta eins og núverandi ríkisstjórn hefur gert. Mér finnst einhvern veginn að útgerðarmennirnir tali þannig í dag að þeir séu tilbúnir til þess að fallast á hærra auðlindagjald. Og mér finnst að ég ganga til samkomulags við þá það. Og láta þar staðar með. Já. Við skulum tala með ESB aðeins. Það við vita að þú vilt ekki að Ísland fari í Evrópusambandið og ég ætla svo sem ekki að fara nákvæmlega út í hvers vegna en mér langar frekar að spyrja þig sko hvaða leið ættum við að fara frekar en þessa Evrópuleið sem að sko svo mörg flestir ríki Evrópu hafa farið. Við höfum bara að vera sjálfstæð þjóð. Við höfum bara að vera sjálfstæð þjóð hér í þessu landi. Það svo leið sem við höfum að fara, þetta ekkert flókið. Við skulum ekki gleyma því af hverju þessar þjóðir í Evrópu hafa farið þá leið sem að þær hafa farið. Fólk gleymir því gjarnan í þessum umræðum. Evrópusambandið fyrst og fremst og í grundvallaratriðum leið þjóðana á meginlandi Evrópu til þess að koma friði sín í milli. Þessar þjóðir eru búin að vera að drepa hver aðra öldum saman. Og við getum kannski séð að við höfum séð Evrópu í hnotskurn í átökunum á Balkanskaga á síðasta áratug 20. aldarinnar. Sem voru ógeðsleg átök. Þannig voru stríðsátökin í Evrópu á 20. öldinni og öldunum þar á undan. Evrópusambandið aðferð þessara þjóða til þess að stilla til friðar þeirra í milli og koma á friði. Þau tengjast hagsmunaböndum með þeim hætti það borgar sig ekki fyrir þau að fara í stríð hver gegn annari.